Ja, flottur sigur í dag, til hamingju. Hver er svona þín sýn á leiknum? Jó, sko, mér fannst við vera alveg ferlega passívar í fyrri hálfleik. Mér finnst við ekki fylgja leikplaninu nógu vel. Mér fannst liðið mitt komið betur út í seinni hálfleik þó svo við gáðum þetta mark snemma í seinni hálfleiknum, en mér fannst bara, þú veist, ákjæðin sem kom síðan eftir það mark, það var náttúrulega bara það sem að skildi á milli. Þess að KR-liðið var með bakið upp vegg og við vissum það að þau myndu fá fighting í 90 mínútur frá þeim. Og þetta var ekkert fallegur leikur, bara ekki á neitt nátt. Ég held að við höfum sjálf tengt svona lítið af sendingum á milli okkar eins og í þessum leik. Þetta er kannski aðstæðar ekki alveg upp á það besta, en það er sama. Það var einhvers konar streita þrátt fyrir að við séum í raunverulega ekki að spila upp á neitt, að það voru búin að reyna að setja okkur svona markmið innan liðsins og ég veit ekki hvort það var það sem endurspeglaði streituna, við þurftum að reyna að halda í við eitthvað sem við ætlum að halda í við, örugglega bara þrátt fyrir 8 mörk að það var örugglega ekki sérstaklega skemmtilegur leikur að horfa á, sko. Hvað er markmið liðsins? Já, við vorum alltaf bara með, þú veist, fyrir sísóna, við ætlum að gera betur en síðast tímabil og leið og við erum að breyta alveg ótrúlega miklu í nálguninni á því hvernig við spilum fótbolta. Við erum búin að jafna stigafjöldan frá það síðast ári og skorum 5 mörk í þessu leik, þannig að við erum svona að nálgast markaskoruna líka. Þetta er ótrúlega erfið að leiki eftir Breiðablik heima og Val úti, en við ætlum okkur bara að setja smá fjör í þennan toppslag og mynda sæti, Evrópusæti, en við eigum ekkert möguleika á að fikra okkur eitthvað mikið hærri töfluna og ekkert Evrópusæti og ekkert fall, þannig að markmiðið okkur er bara að halda fjör í þessari deild eins og við getum, sko. Selfossliðið er búið að vera á góðu róli síðustu 4 leiki, 10 stig. Hlýtur að vera ánægður með stelpurnar í þeim leikjum? Já, það er ýmislegt sem er búið að fara vaxandi hjá okkur, þó svo það kannski ekki sést í þessum leik. En við erum farin að læra aðeins betur hvenær við eigum að reyna að halda boltanum og hvenær við eigum að velja það að fara langt og þessi leikur er náttúrulega undanskilinn þar. Þar erum við að spila boltanum aftur í markmann þegar við höfum enga þörf fyrir það og setja hana í alveg ótrúlega óþægilegar og erfiðar aðstæður og sem bara leiðir til þess að við fáum okkur mark. En í leikjurum á undan, það er bara búið að vera flottur stigandi í þessum þáttum. Takk hérlega.